Við erum stödd á Grænumýri í Skagafirði. Þar búa tónelsku systurnar Sigurbjörg Svandís og Ragnhildur Sigurlaug ásamt foreldrum sínum, húsdýrum og búfé. Hér að sjálfsögðu tekið á móti okkur með söng og það hún Ragnhildur sem syngur hér Ave Maria fyrir okkur eins og engill. Stelpur, við byrjum bara að segja mér eins frá hljóðfærunum sem þið spilið á. Já, hvað spilað þú á, Sigurbjörg? Píanó og fiðlu. En þú, Ragnhildur? Ég spila fiðlu og hef verið að æfa söng í nokkur ár. Og hvenær byrjaði að spila á fiðlu? Ég var svona 2 ára þegar ég byrjaði að taka fiðluna upp úr kassanum. 2 ára? Hvernig fer maður eiginlega að spila á fiðlu 2 ára? Maður byrjar að setja bara upp fiðluna. Það svona fyrstu skrefin. Setja upp fiðluna og bóðataki. Og svo fer maður að spila á strengina þegar maður komið lengra. En þú, Sigurbjörg, hvenær byrjaði þú að spila á fiðlu? 5 ára. En þú spilaði líka á píanó. Af hverju valdir að fara líka að spila það? Ég veit það ekki alveg. Finnst þér jafn skemmtilegt að spila á píanó og fiðlu eða er skemmtilegra að spila á annað? Það er aðeins skemmtilegra að spila píanó. En þið eru að gera ýmislegt annað líka, er það ekki? Þið eruð í dansi og þið eru líka að teikna og mjög listrænar. Við erum búin að vera að mála og fara í jazzballett 1 sinni í viku. Svo erum við líka á reiðnámskeiði. En mamma ykkar, hún er tónlistarkennari og hún hefur verið að kenna ykkur á fiðluna, en þið eru líka að æfa ykkur hljóðfæri annar staðar. Hvar eru þið að læra? Ég læri í Suzuki skólanum Allegro í Reykjavík og Lilja Hjaltadóttir er kennarinn minn þar. Og ferðu þá alla leið til Reykjavíkur til þess að fara í tónlistartíma? Já, í fiðlutíma, hálfsmánaðarlega. Og hvernig gengur það eiginlega? Það er bara gengið vel. En Sigurbjörg, þú ert að æfa þá á fiðluna heima, en hvað ert að æfa annars staðar líka? Svo er ég líka að æfa á fiðluna í Varmahlíðaskóla. Og eru þið mikið að æfa ykkur heima líka? Já. En að syngja svona með, hvernig æfum maður sig í að syngja? Hafið þið bara alltaf verið syngjandi heima eða hvernig er það? Ég hef verið allan að syngjandi heima mjög lengi. Svo byrjaði ég að æfa söng hjá Helga Rós sem býr í Varmahlíð og ég byrjaði þar í 2. bekk held ég að æfa söng. En þú syngur nú svona svolítið öðruvísi en svona maður gerir venjulega heima hjá sér. Þetta er dálítið mikill söngur eins og Ave Maria sem varst að syngja fyrir okkur áðan. Hvernig æfir maður sig í svoleiðis söng? Ég veit það ekki. Af því að Helga Rós er óperusönguna og er búin að æfa mig í að gera óperu. Þannig að, já, bara æfingin skapar meistarann. Og hvert stefnir þú? Ætlar þú líka að verða óperusönguna? Ég veit það ekki alveg. Ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera. En þú, Sigurbjörg, hvað langar þig að gera? Langar þig að gera eitthvað í tónlist eða langar þig að gera eitthvað allt annað? Mér langar svolítið að fara að gera eitthvað í tónlist. Og veistu eitthvað hvað? Nei, ekki alveg. Þið eru í tónlist, þið eru í ballett, þið eru í skóla og svo þarf að hugsa öll dýrina líka. Hvaða dýr eru hérna á Grænumýri? Það eru tæplega 800 kindur, 15 hross, 40 geitur fullorðnar og svo eru konur fullt af kýlingum og lömbum og svo erum við með 1 kanínu en við erum að fara að fá 2 viðbót. Já, það held ég að þetta sé komið. Já, svo eru hundar, 5 hundar. Og er ekkert mikil vinna að hugsa öll þessi dýr? Stundum
það smá erfitt, en samt ekkert alveg mjög erfitt. En maður þarf að passa sig líka og maður getur lent í ýmsu. Þú lendir nú til dæmis í einni kind, það ekki? Jú. Hvað gerist þar? Ég var bara að elta kiðlinga og þessi kind var með í stíu eða í svona hlöðu með þeim og ég labbaði framhjá, ég hljóp framhjá lömbunum hennar og hún kom og stangaði mig. Já, og var það ekkert vont? Jú. Þannig að maður læri mjög mikið á því að vera með svona mikið af dýrum heima á sér. Já. Ætlið þið að búa í sveit þegar þið verður fullorðnar? Ég held það. Já. Með mikið af dýrum? Já. Hvaða dýr ætlar að vera með? Ég ætla að vera með hesta, kindur og geitur. Bara saman hérna. En þegar þið eru að mála, eru þið þá að mála dýrin eða hvað eru þið að mála helst? Ég búin að vera að mála landslag og svona litasúpu eitthvað. Já, en þú Sigurbjörg? Ég búin að vera aðeins að teikna eins og fugla og svona dans eitthvað og svo líka bara umhverfi. Hjartað mitt, gakk þú út í græna lundin, gáðu fram á bláu sundin, mynda það stutt hver stundin, stopul hérnes fyndið þig, vorið kemur heimur hlýnar, hjartað mitt. Segðu okkur aðeins frá lambinu sem að þú heldur á hérna. Hvað er þetta gamalt lamb? Þetta er svona sirka viku gamalt lamb og þetta er hrútur. Og fá þau nöfn öll, dýrin? Nei, það er alltaf mörg dýr til að geta minna öll nöfnin. En þetta lamb hérna og kýlingarnir sem eru að skoppa hérna í kringum okkur, eru þau með nöfn? Ég veit ekki alveg hvort það sé komið nafn á þennan. En allavega þessi hanna guli sem er með okkur, við vorum að hugsa að hann heiti Skoppa. Já, enda er hann að skoppa mjög mikið. En hinn? Ég veit það ekki alveg. En til þess að vera góður á hljóðfæri, að því þú ert að spila til dæmis eins og þú Sigurbjörg á fiðlu og píanó og svo söngur með því, maður hlýtur að þurfa að æfa sig mikið. Hvað ertu að æfa þig mikið í viku? Ég æfi mig svona 2 eða 3 svona í 30 mínútur í einni viku. Stundum æfi ég bara 2 daga í hverju viku á fiðluna. Er stundum söngur. Já. Eða hjá mömmu út af mamma er að kenna söng. En hvað er þú mikið? Ég reyna að æfa klukkutíma á hverjum degi á fiðluna. Getur ekki verið erfitt að eiga mömmu sem er tónlistarkennari manns líka? Eða er það bara frábært? Stundum getur það verið svona pínupyrrandi en það er samt alltaf gott að hafa hana þegar maður þarf ykkur aðstoð eða maður skilur ekki. Það getur líka verið gott þegar það er mikill snjór og maður kemst ekki í skólan eða það er eitthvað annað í gangi sem verður til þess að maður kemst ekki í skólan, þá er maður alltaf tónlistarkennaran heima á sér. Það lítur nú að vera gott. Það er þetta mjög gott. En svo hafið þið líka verið að taka þátt í tónlistarkeppnum. Segðu okkur aðeins frá því. Ég fari á nótuna, uppskrifa til tónlistarskólana, held 4 sinnum, svo ætlaði ég að taka þátt í keppni í fyrra, en hún var ekki. Og svo áttu að vera núna, það ekki, í útlöndum? Jú. Hvar áttu að vera? Ég áttum að vera í London, en við fórum ekki. Og þið ætlaði að vera að spila þar? Já, spila í Royal Albert Hall. Þið verið að eiga það inni, má maður ekki missa því.
Er eitthvað öðruvísi að taka þátt í keppnum heldur en að taka þátt bara í tónleikum eða spila fyrir fólk? Í keppnum það finnst mér sko að það taka svo margir upp. Það var aðeins meira svona stressingur. Já. Aðeins meira stressi í keppnunum. En samt, ef maður búin að æfa sig svo mikið að maður kannski ekkert mjög stressaður eða hvað? Mikið stressaður. Nei. Finnst mér. Þannig að ef maður æfir sig vel, þá verður maður minna stressaður. Já. En ef maður er illa efður, þá verður maður alltaf meira stressaður. Alveg saman þótt að tónleikar, keppni. Notið þið tónlistina ef ykkur líður kannski illa einn daginn, farið þið þá og spilið þið eða notið hana frekar þegar ykkur líður vel og eru glaðar eða hvernig notið þið tónlistina? Við spilum bara þegar okkur langar, held ég. Er þið eitthvað að semja lög eða langar ykkur til þess að gera það? Þegar ég tók miðprófið á fiðluna, þá þurfti ég að semja lag á fiðluna. Það gekk svona sæmilega og svo hef ég líka samið eitt lag sem er svona sönglag. En þú Sigurbjörg, langar þig að semja tónlist? Ég er svona bara eitthvað, ég er ekki að semja neitt alveg mjög mikið, en bara svona smá bara í huganum.